Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Það held ég. Helga Braga, Green Legendið, mætt í stúdíó í Burning Questions. Velkomin Helga. Þakka fyrir. Hvernig líst þér á hana? Mjög vel, þetta gaman. Já, ertu eitthvað stressuð? Nei, alveg slökk. Já. Alveg slökk. Það reyna vitið. Já, það dásamlegt að lifa og fallegt veður og... Já. Hvað heimskulegasta sem þú hefur gert? Koma hingað, nei, djók. Heimskulegasta? Já, ætli að það sé ekki ýmislegt sem ég hef verslað. Ertu svolítið að versla bara svona... Já, ég var við getum sagt að ég hafi verið shopaholic. Það? Já, ég var það, ekki lengur. Og hvað varst að versla sem var svona... Föt og skó og töskur. Og þvælast og vera á okkurum hótelum út allan heim og versla eins og setja allt á vísa og svona og vera svo bara nánast í taugafalli þegar vísareikningurinn, þetta bara, þú veist, Confessions of a Shopaholic var svolítið ég. Hvað leiðilegasta hlutverk sem þú hefur leikið í bíó eða sjónvarpi? Ég viðurkenni að eins og fyrst í Fóstbræðrum, þarna fyrsta serían sem ég skrifaði ekki, þá var ég þá lék ég svona meira aukahlutverk. Svona skólastjórinn tilbúin að taka mótið þér núna. Skilur, það sem ég var svona bara, gjörðu svo vel, aðal að koma núna. Skilur, þangað til að ég brett upp ermar og þeir buðu mér að skrifa með sér og ég fór að gera eitthvað svona, skrifa ofan í mig eitthvað skemmtilegt. Stundum það þannig að maður þarf að skrifa ofan í sig sjálfur, þetta skemmtilega. Nákvæmlega. Hvaða kvikmyndatitill lýsir ástarlífinu þínu best? Cat on a Hot Tin Roof. Já, ég var ekki lengi að skrifa þetta. Nei, hvað það kom fljótt. Já. Hefurðu verið handtekinn þarna? Nei. En keyrði aðeins svo hratt daginn. Já, og ég var en ég var samt og var sektuð og ég var samt bara að keyra í umferðin, það var ekki eins og ég var að glanna fram úr og svona, það myndi ég aldrei gera. Ég var bara í umferðinni, fylgja, að þú kom svona með byssu, þeir náðu mér og fyrirgefðu, sektin var 100.000. Þannig ég var ykkur við, ekki fara fram úr hámarkshraða, þá þurfa að borga 100.000. Það var að hækka eitthvað daginn. Ég ætla að hækka þig Hvað það óþægilegasta sem þú hefur gert á þínum ferli? Ég veit að verið fyllt af svona barnahlutverkum í óþægilegum búningum og svona einhverjum svona fitustoppum og þau eru svona óþægileg fyrst. Ég man, einhvern tímann lék ég tómat fyrir sölumiðstöð grænmetisbænda eitthvað, það var einhver dagur svona og bekkjarbróðir minn í leiklistarskólanum var gúrka, var í svona lengri, þynnri búningi. Ég var í töluvert stærri búningi og ég meina hann var mjög óþægilegur fyrst Hvað það skrítnasta sem þú hefur gert til að eignast pening? Allt sem ég geri svolítið skrítið. Þannig að ég minn svona þröskuldur þar frekar svona, þú veist, það frekar vítti veggja þar. Já, en ég man einu sinni eftir, þá var ég sármóðguð. Þá var einhver snillingur sem þá átti að vera að frumsýna Big Mama. Það var einhver kall að leika konu, ég man ekki hver það var. Og þá átti ég á frumsýningunni, báðuðu mig að vera á frumsýningunni, að leika, þú veist, Big Mama og vera þá með svona svarta málingu og eitthvað svona sem mér náttúrulega, mér fannst móðgun. Bæði fannst mér bara rasíst og svo átti ég að vera í einhver svona fitustoppi og eitthvað. Ég var brjáluð, hvernig dettur þetta í hug? Maður fær oft svona, fólk fær oft mjög vondar hugmyndir og þá þarf maður að filtera það og ég sagði bara nei, ekki gera þetta. Og ef þið ætla að gera þetta, þá mun ég ekki gera þetta. Var það gert? Ég held ekki. Ég held ég að bara stoppa það. Þess að vondu hugmynd af. Það var vel gert sér. Já, hvað hefur þú fengið fyrir það? Það sem ég hefði beðið um. Raðaðu þessum meðleikurinn úr Fóstbræðrum frá þeim besta yfir í versta. Besta yfir í versta, þá erum við að tala bara besta leikara yfir í versta leikara. Það ekkert hægt. Þetta til dæmis vond hugmynd sem að ég bara, það ekki alveg hægt að mæla
skilurðu, frá 1 upp í 10. Nei. Veitu hverju ég heita það? Já, Ef að fara yfir það, þetta er Jón Gnarr, Já. þetta er Sigurjón Kjartansson, þetta er Benedikt Erlingsson, þetta er Þorsteinn Guðmundsson og Hilmir Snær. Já, sko, ég veit það ekki. Sko, bestur í að leika kettlingar definitely er Jón Gnarr. Einmitt. Já. Já. Ég veit ekki hver er vestur, Sigurjón var líka góður í að leika kettlingar. Já. Steini Guðmunds er náttúrulega besti vinur minn. Já. Skilur að því við erum svona æskuvinir. Einmitt. Og Jón eru líka vinir og Benni, og Hilmi. Ég náttúrulega vann minnst með Hilmi því að hann hætti með okkur eftir smá tíma. Benni er besti leikstjórinn. Já. Og Þorsteinn, ég hlakka til að fara í sálfræðitíma hjá honum. Já. Já, besti sálfræðingurinn. Já. Og Sigurjón besti handritshöfundurinn, því hann er handritshöfur í Ísland. Og Jón og Steini bestu uppistandararnir. Ég ger bara svona bestu, skilur. Já. Það er komið að spurningu frá áhörnum. Já. Það eru hraðaspurningar. Ok, já, bara fyrsta sem kemur upp í hugann. En gaman frá áhörnendum. Já. Komið þið sæl og blessuð og gaman að hitta ykkur. Nákvæmlega. Vaknar alltaf svona hress og fyndin? Nei. Hver er myndarlegasti leikari sem þú leikið með? Hilmir Snær. Hvernig fer það að vera svona fyndin? Meðfætt. Upplifir þú stundur sem gíðusóli í venjulegu lífi? Já. Hvenær var fyrsti kossinn? 14 ára. Hvenær kemur gíðusól aftur? Hún er alltaf aftur. Hún er alltaf til staðar. Hvað er uppáhaldsatriðið til fóstbræður? Gíðusól. Hefur þú sofið hjá ykkur með fóstbræðum? Nei. Hvað er draumahlutverkið? Ég veit alveg að hugsa um. Það er alls ekki. Nei. Ekki að hugsa um. Já, bara, sko, því ég hugsa bara allt sem ég var að leika. Nei, alveg bara dásamlegt, nei. Já. Hvað er draumahlutverkið? Það er lokað spurningin. Draumahlutverkið? Já, það er það. Kannski að leika eitthvað dramatískt spennuhlutverk. Já. Ég set það út í kosmosið. Þið langar að prófa það? Já. Það verður svona áhugaverð. How about it? How about it? Algjörlega. Helga og Braga, þetta voru Burning Questions. Takk fyrir að koma. Já, sem er leiðis.